Já, hér er 78 regulator, 7812, það þýðir 12 volt. Veistu betur hérna? 7812. Já, við ætlum að fjalla regulatora, spennustýringar. Þetta eru svona litlir kubbar, svartir svona, 3 pinna. Þetta eru litlir kubbar frá 3 pinna, 3 pinna kubbar. 78 serían þýðir að það er plúsinn á hann. Plús er 78, svona 2 stafir, þetta er spennan. 7812 er þá 12 volt. Og 79 serían, það þýðir að það gefur mínusinn á hann. Þessar 2 seríur eru til, 78 og 79 serían. Og þetta hér er spennan. Þetta er sæti hérna, þetta eru voltinn. Það verður 7908, það þýðir að hann gefur út mínus 8 volt. Og þeir eru tengdir svona, pinni 1 er inn, pinni 2 er common eða jörð og 3 er út. Og þetta er bara tengdir svona, segjum við hér, það þess að spennan sem kemur inn, það var að vera aðeins hærri en spennan út. Allavega 2 voltum hærri eitthvað fórleiðis, kannski stund 2-3 voltum hærri. Hér er þetta með 30 volt og þið ætlaði að búið 12 volt, þá setja ég bara að stilla hann svona upp, hérna 30 volt inn og þá fellur núna yfir hann, og þetta er eiginlega aðalmálið, það fellur yfir hann núna 18 volt. Og ef hér er einhver straumur sem er bara hálft ampere, að þá heitnar hann sem nemur margfeldun af strauminu sem er spennunni. Og það verður þá 0,5 sinum 18, það verður þá 9 watt, það myndi gefa sér 9 watt í hita. Hérna verður hálft ampere. I væri 0,5 ampere og þið munið watt-þrýðingin, watt er jafnt og I sinum U. Svona, þetta er hendinni við watt er jafnt og straumur sem er spenna. Og þegar við erum að hanna þessar rásir, þá þurfum við að spá alltaf í það hvort að kæligetan á þessum regulator sé nóg. Það er svona járn með gati á honum hérna og það er þetta kæliplötu á hann. Nú, en áður við fyrir að skoða þetta nánar, þá þurfum við aðeins að fá smá upplýsingar um transistor. Transistor er þetta hérna og þetta er kollektor, þetta er base, þetta er emitter. Og transistor, það má líkja honum við stillanlegt viðnám. Svona. Eftir því sem að sleikjan fyrir neðar, þá er minna viðnám og straumurinn eykst. Ef hér væri pera, svona, ef sleikjan alveg uppi, þá rafmagnar það í gegnum allt. Ég myndi bara 1000 vafningar af viðnámsvír og þá rafmagnar það í gegnum alla írana og svo gegnum peruna að peran dauf. Svo farið sleikjuna neðar, þá farið í gegnum færri viðnámsvíra og endan farið bara beint hingað inn á og þá er rafmagnar bara fullu gasi hér í gegn, hér niður. Transistor er stillanlegt viðnám. Straumurinn í base hérna, hann ræður hvað fer mikið hérna milli kollektor og emitter. Hér er myndað þessu, hérna er baseinn og hér segi ég base stjórnar straum frá kollektor og út emitter. Það kemur eina rafeind hér inn, það fara 100 hér niður hérna og þessi eina sameinast hér, þannig að það kemur þá 101 rafeind hér út. Hérna fari einin í baseinn, hann opnar fyrir mögnum 100 sem kallað er, það fara 100 rafeindir hér í gegn, pluss þessi hérna í basenum, 101 hér út. Þannig að base, straumur í base, inn í base, margfaldar sinnum 100 hér niður. Og þetta er hefðbundin stýring í gamaldags regulator eða spennustýring, svona 78 seríu. Transistor hér, spennan hérna inn, kemur hérna inn á kollektorinn og hérna er bara eitthvað senedióða sem heldur í þessu 0,7 voltum, nei það er ekki 12,7 voltum og spennan milli base og emitter er alltaf 0,7 volt. Base, emitter, þú má líta á hann bara sem díóðu, bara svona díóðu, hér er baseinn og hér er emitterinn og hérna er alltaf 0,7 volt á milli, hérna á milli og þá fyrir straumurinn að fara hér inn í baseinn og leka hérna og opna fyrir vögnunina. Þannig að sem er 12,7 volt, þá fáið þið 12 volt alltaf hérna út. Af því að hér á milli er mínus 0,7 volt. 12,7 hér, 12 út. Og þetta er svona típiskur 78 kubbur, nema í honum eru náttúrulega kannski 100 transistorar, allavega feedback og allavega dót. En þetta er svona stutt kynning á því hvernig regulator 78 serían er. Hér er þessi rás hérna
Hér er þess að spennugjafinn sem getur breytt frá 0 upp í 30 volt. Og hér er ampermæli sem mælir strauminn hérna inn í reykráturinn. Hér er 7812 reykrátur. 12 er hér, hann gefur út 12 volt. Þannig hér er við peruna þetta í voltmæli og þá sjáum við að það er alltaf 12 volt hér yfir þó ég hækki spennuna hérna upp. Kíkjum aðeins á þetta, hér er rásinn. Sjáum núna, hérna er spennan inn í hann cirka kannski 15 volt og nú fáum við 12 volt út, 11,99 hérna yfir peruna. Straumurinn inn í hann er 190 mA. Nú hækka ég spennuna hér og þá er spenna að haldast jöfn, eða haldast í 12 voltum. Nú hækka ég spennuna hérna alveg í botn, hér upp í 30 volt tæp. Sjóðu spennan út en þá 12 volt. Straumurinn er svo sami, en núna gerist það að spennan hérna yfir þennan reykrátur er kringum 18 volt og þessi straumur sem 18 volt gerir hann bara glóandi heitan. Þannig að við skulum sjá hérna, þetta er cirka hér sem hann hættir að regla, svona kringum 15 volt, hann þarf svona 3 volt meira inn í sig og nú er hann bara kaldur. Nú er hann hættur að hitna. Þegar nú er spennan yfir hann bara 3 volt og 3 volt sinnum straumurinn hér er miklu minna heldur en 18 volt sinnum sami straumur. Þannig að þetta þarf svona að hafa í huga þegar það setja upp þessar rásir að þið ofbjóðið ekki kæligetunni á reykrátornum. Takk fyrir.